1. maí rétt handan við hornið á mánudaginn kemur og þá heilmikil hátíðar dagskrá víða land og á Selfossi verður hefðbundin kröfuganga og fleira, margt í boði og til mín kominn góður gestur, Gils Einarsson, hann starfsmaður Vaffer, heill og sæll. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara mjög gott. Jæja, glæsilegt. 1. maí, væntanlegur, þetta svo gaman, það að koma vor, eða ég að segja sumar. Já, við heldum nú mörg að það væri komið sumar, en þetta bara eðlilegt og við eigum heima hérna á Íslandi og viljum hvergi annars þar eiga heima og þess vegna tökum við veðrinu bara eins og það er. Já, bara eins og hann kemur með það blessaður. Já. En 1. maí, þetta alltaf mikill og stór dagur hjá stéttarfélögum á landinu. Já, þetta stór dagur og þetta líka mjög stór dagur fyrir okkur og hérna á Suðurlandi. Því að við erum að fara á stað með þessa hátíðardagskrá 1. maí núna og þetta 10. árið þegar við erum 10 ára afmæli núna, 10 ár síðan við hófum þetta. Til hamingju með það. Já, takk fyrir. Og þetta var nú ekki stórt í sniðun svo sem fyrst, það var Verslunarmannafélag Suðurlands, Bárans, Stéttarfélag og FIT, félag iðn- og tæknigreina sem byrjuðu á þessu hérna. Það var nú ekki alveg spáð, kannski sérstaklega vel fyrir að þetta væri þýddi að vera með svona kröfugöngu. Já. En þessi 3 félög sem við hérna, þau voru með þetta í þó nokkuð mörg ár, síðan bættist félag eldri borgara. Já. Og svo kom Foss, félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi inn í þetta. Og það svona, má kannski til gamans geta upphafið að þessu var fyrsta kröfugangan. Hún var nú ekki nema svona 40 manns sem fóru. Já. En núna höfum við verið með þetta svona 300 til 450 manns í kröfugöngunni. Já, það stækkaði lítið. Já, við erum að tífalda það og hérna. En að vísu erum við náttúrulega miklu fleiri félög. Við erum með þetta 1. árið, í raun og veru núna sem að eru aukning í félögum. Já, stéttarfélögin á Suðurlandi, hvað eru þau mörg? Stéttarfélögin á Suðurlandi þau taka nú reyndar ekki alveg þátt í þessu öll félögin, en þau sem eru og taka þátt í þessu núna, það Vaffer og það Bárans stéttarfélag og það félag iðn- og tæknigreina, það Foss, félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi, það félag eldri borgara, kennarasambandið, sjúkraliðafélagið og stéttarfélagi almannaþágu, SFR. Já. Í þessum félögum eru einhvers þar á milli 5 og 6.000 manns hér á Suðurlandi. Á þessum tíma, þessum 10 árum, þú ert búin að vera þarna starfsmaður hjá áður en að sameiningin var, Verslunarmannafélag Suðurlands. Já, ég kom þarna sem stjórnarmaður og búin að taka þátt í öllum þessum göngum og öllum þessum hátíðahöldum. Já. Eitthvað sem hefur breyst á þessum árum eða? Já, það hefur náttúrulega ansi margt breyst. Við vorum með út í hátíð lengi, sem sagt fyrir utan Austurveg 56, voru þar með tjöld og það var óskaplega gaman. En svo breytast tímarnir og menn telja betra að fara inn og nú þetta í Hótel Selfoss sem við höldum. En við hefjum gönguna frá Austurvegi 56, þar sem við höfum verið til húsa fram að þessu. Og það verður heilmikið í boði á mánudaginn kemur. Það verður það. Heldur betur. Við byrjum þetta. Mér finnst þessi dagskrá alltaf vera bara að stækka. Hún að stækka. Og enda erum við að gleðjast yfir því að fá fleiri félög í þetta og fleiri til að taka þá. Algjörlega. Það einu sem að getur haft áhrif á þetta, það bara skaparinn sjálfur. Já. Og við hann deilum við nú ekki. Það erfitt. En það sem sagt kröfuganga þarna við undirleik Lúðrasveitar Selfoss sem hefur alltaf verið, þetta ekki? Jú. Það tvennt sem við höfum alveg haldið. Það annars vegar Lúðrasveitin og síðan það Hestamannafélagið. Og það eiginlega sérstað okkar Sunnlendinga. Það að fara með hestan og það mjög gaman að þegar við segjum frá því svona öðrum verkalýðsfélögum innan Alþýðusambandsins og víðar, þá finnst þeim þetta mjög merkilegt. Hestar, hóprið og undan í hestum. Og þetta afskaplega gaman. Ég vil gera mikið til að halda þessu.
En hún sko þessi kröfuganga sem við ætlum að leggja af stað klukkan 11 frá Austurvegi 56 og hún undir slagorði húsnæðisöryggi, sjálfsögð mannréttindi. Já. Og þetta slagorð náttúrulega bara krafa nútímans að verkalýðshreyfingin taki þátt í þessari mótun stefnu þannig að fólk geti eignast íbúðir eða komist inn. Og það alveg sérkapli út af fyrir sig sem við getum tekið klukkutíma viðtal það sko. Ég vil gjarna komast til að segja svolítið frá því og við erum þáttakendur í húsnæðisfélagir sem verður að koma á laggirnar. En ástandi með húsnæðismál í dag ekki góð sko. Þau eru alveg ótrúlegt, það eru ótrúlega sögur sem við fáum að þessu. En við förum í það nánar síðar. Við gerum það. En sko, þú talaðir að þetta væri fjölbreyttara. Við erum með þessa dagskrá inn í ferðin, þetta hefst klukkan 11 og gengi frá Austurvegi 56 að Hótel Selfossi og kynnir á samkominni verður Hjalti Tómasson. Og ræðumenn verða Kristín Á Guðmundsdóttir, formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Freydís Ösp Leifsdóttir sem námsmaður og þær verða ræðumenn dagsins. Karitas Harpa ætlar að syngja fyrir okkur. Leikhópur Menntaskólans á Laugavatni sýnir atriði úr Konungi ljónanna. Það ekki slæmt. Og bílaklúbburinn á Selfossi, hann sýnir glæsikerfi sínar. Hann nú reyndar einn af þessum punktum sem við reynum alltaf að hafa með í þessu. Já. Og svo verður teymt undir börnum í Sleipnishöllinni frá klukkan 12:30 til 14:30. Já, þar kemur hesturinn aftur inn. Þar kemur hesturinn inn, sko. Við erum nú sennlendingar svolítið tengt þessum fallega íslenska hesti. Já, það bara þannig. Nú þarna verða blöðru fyrir börnin og líka veitingar. Já, þarna verða veitingar, mikil veisla sem verður. Þá inn í hótelinu? Það inn í hóteli, já. Og við bara vonumst eftir að sjá sem allra flesta. Við vonum náttúrulega að veðrið verið gott og þá verður gangan stór og mikil. Já. Á þessum 10 árum, manstu hvernig veðrið hefur verið? Nei, í mínum huga... Hefur lent í vondu veðri? Í mínum huga bara sólskin. Já, það er rétt. Við ræðum ekki hitt. Það bara þannig. En 1. maí og hvetjum alla til þess að taka þátt í kröfugöngunni og eins og þú fórst inn á slagorðið húsnæðisöryggi sem sjálfsögð mannréttindi. Að sjálfsögð. Það bara þannig. Já. Gils Einarsson, ég ætla að fá þig aftur í spjall og þá förum við aðeins dýpra í þessi mál. Takk fyrir spjallið. Takk.